búa í sínum húsum eins og reglugerðir segja fólk eigi að gera. Þannig að þetta eru sett fáir einstaklingar sem að setja allan þorrann í hættu og eitt af því sem við erum svona vonast til þess að geta farið að sjá út úr þessum tölum svona þegar við verðum farið að vinna og klára útgangslýsingargrunnin, það að sjá til dæmis hvað eru mörg útköll sem koma sem eru frá viðvörunarkerfunum, þar sem við getum alveg dokumentar að þau að gera gagn. Okkur vantar svolítið svoleiðis tölur á samátt eins og við gerðum fyrir hann orðið 1 eða 2 ár, líklega farið að halla á annan áratug síðan að við fengum nokkra þjónustaðila á handslögutæki til þess að segja okkur hvað var mikið handslögutæki sem við fengum inn í þjónustu sem voru tóm, sem hefðu verið notað á eld. Það var glettilega stórt og það kemur í ljós núna í skoðanakönnuninni sem Landssamvætið lét gera að það töluvert stór hluti af, það töluvert mikið af brunum sem fólk að slökkva sjálft og það sem kom mest ávart það voru það að það sem að fólk notaði langsamlega mest á bruna heima á sér, það voru slökkvitæki. Það var bara áberandi langsamlega stærsti partur. Ég notaði borðtusku þegar að kviknaði hjá mér og það var bara eiginlega ég og mitt tryggingafélag sem lendi í því sko. En ekki neinn ég veist þú að tengi með ég reyna að þagna. Ég segi reynd. Ég fóða einhver mála fyrir það. Eða kannski þá ákveðið samstarfið nú þegar hafið við viðhaldsaðila brunavarnakerfis og gert við viðhaldsaðila sprinklerkerfis. Já, það svona hlutur sem við bindum mikla vonir við að komi til með að skila okkur áfram í sambandi við þetta.